Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Flestir afreksíþróttamenn hafa byrjað ungir að æfa, fá mikla þjálfun og keppa svo á mótum þegar réttur tími kominn. Þessi uppskrift á ekki við hann Ísak Óla Traustason, frjálsíþróttamann úr Skagafirði, sem á skömmum tíma hefur náð mjög góðum árangri í frjálsum íþróttum og var meðal annars kjörinn íþróttamaður Skagafjarðar 2017 fyrr á þessu ári. Ég byrjaði í rauninni að keppa fyrst, Keppti 2009 þegar ég var 14 ára á unglingalagsmótinu á Sauðárkróki og átti þá að vera að keppa í hestum líka, ég var að keppa í hestum líka og skráði mig í frjálsar og fannst það bara miklu skemmtilegra, þannig að ég skellti mér í frjálsarnar eftir það. Ég var náttúrulega alltaf í íþróttum sem barn, ég var í fótbolta með Smáranum hérna í Varmahlíð og svo fór ég einmitt að æfa hvað ætli það ekki verið í 7. og 8. bekk einmitt. Einu sinni í viku með Gunna Sig og svo fór maður aðeins að kíkja á æfingar á krókinn á sumrin svona einu sinni í viku. En annars var maður bara í sveitinni að vinna og í fótbolta Og fótboltinn var í uppáhaldi fram til 13-14 ára aldurs en þá tóku frjálsar íþróttir við. Jú, það er náttúrulega, maður bara mætti á mótin þegar maður var svona í kringu 16 bara úr sveitinni og bara var kannski að prófa, greinar í fyrsta skipti þegar maður var að keppa í þeim. Ég var ekkert búinn að æfa mikið grind þegar ég keppti í henni fyrst. Varstu þá bara búinn að stökkva yfir girðingar eða? Já, bara stökkva yfir girðingar og stökkva yfir skurðina. Maður var ofta að leika sér í því að hoppa yfir skurðina, Eftir að hann tók ákvörðun að einbeita sér að frjálsum íþróttum og tók málin föstum tökum má segja að leiðin hafi aðeins legið upp á við. Hann viðurkennir þó að til þess að ná árangri þurfi að láta ýmislegt á móti sér og hafa hausinn í lagi. Það var að taka ákvörðun hversu mikið maður langar til þess að ná góðum árangri og þá þarf náttúrulega lífstíllinn að vera í lagi. Og ég tek mig sem dæmi, þá náttúrulega var ég hérna í skólanum á Króknum og maður var alveg, leiði sér bara að vera, unglingur og var að þroskast og var svona að djamma og djúsa og svona og ekkert að hugsa mataræði endilega. Svo einn góðan þetta var bara ákveðið að taka til í mínum málum og fór bara í rækilega naflaskoðun. Maður var orðinn svolítið þungur og var samt ennþá að keppa og ótrúlega satt að ná bara ágætis árangri. Og það var ekki, ég tók þessa ákvörðun sjálfur og þá bara hætti ég öllu svona djammi og djúseri. Maður alltaf fer út af lífi en maður er alveg hægt að gera það annars að vera með áfengi. En ég er eitthvað með einhverja öfga, ég tel allt sé gott í hófi og maður þarf bara að gæta hófs í öllu. Það er bara með allt, Mömmumaturinn er bara bestur, í raun og veru. Það er bara, og svo fín regla einu sinni á diskinn. Þegar kemur að íþróttunum þá er það grindahlaupið sem er hans sterkasta grein í 7 og tugþraut. 7-þraut er innanhúsþraut sem felur í sér 60 metra hlaup, langstökk, kúluvarp og hástökk á fyrri og svo er seinni dagurinn 60 metra grind, stangastökk og 1000 metra hlaup. Aðeins frábrugðin tugþrautinni og svolítið auðveldari. Það er samspil margar greina og svo er þetta, þú ert alltaf að keppa við sjálfa þig og maður er bara að reyna að fá eins mörg stig fyrir hverja greinu maður getur. Og það skiptir engu máli í hvað sæti maður er í hverju grein fyrir sig. Þú bara ert að horfa á þinn stigafjölda í samanburði við aðra. Og svo bara safnar maður í pokann og telur upp úr í lokin, Af því að þú hefur reynsluna úr hópíþrótt eins og fótbolta, hver er munurinn á því að vera í hóp eða vera einn? Náttúrulega bara mjög mikil munur þannig að þú ert náttúrulega bara að treysta á sjálfa þig í frjálsum og eiginlegu keppinauti er bara þú sjálfur. Þannig að þú þarft ekkert einhvern veginn að treysta á aðra nema í boðhlaupi eða eitthvað svoleiðis. Þarf maður ekki að vera alveg massaður af sjálfstrausti til að geta þetta? Jú, það þarf maður þarf að æfa sig því líka. Andlegi þátturinn er mjög stór hluti af þessu og það var einhver fróður maður sem sagði við mig að hann var bara alveg meir en helmingurinn. Tugþrautin er sem sagt 2 keppnisdagar með 10 greinum frjálsa og á fyrri degi þá
byrjar hann á 100 metra hlaupi, síðan förum við í langstökk, svo kúluvarp, svo hástökk og svo endum við á 400 metra hlaupi sem er svo mjög gaman í lokin á deginum. Og svo vöknum við daginn eftir og hendum okkur í 110 metra grind, förum síðan í kringlukast, svo förum við í stangastökk, svo í spjótkast og svo endum við á 1500 metra hlaupi. Þannig að, já. Hvað krefst þetta af manni? Þú veist, þetta er svo mikið. Þetta er náttúrulega krefst þess að vera bara í formi, góðu formi og andlega tilbúin í að takast á við, þú veist, hægðir og lægðir þessa 2 daga. Náttúrulega að það að hlaupa 400 er bara, þú veist, maður kvíðir alveg fyrir því og að það að geta, þú veist, einbeitt sér að einni grein í einu og líka ef það er einhverju vonbrigði, þú veist, segjum svo að maður er á langstökk, að maður þarf bara að geta að setja baku sig og einbeitt sér að þeirri næstu, sko. Ísak Óli flutti til Reykjavíkur til að stunda nám í íþróttafræðum. Þar æfir hann ásamt fleiri tugþróttaköppum við bestu aðstæður. Árið 2017 bætti Ísak Óli sig í að minnstakosti 14 greinum, bæði úti og inni og árið í ár byrjar vel. Það gekk bara eiginlega vonum framar. Þar sem að ég bætti mig í 6 greinum af 7 inni og sko með bætingandar í fyrra þá einhvern veginn kom þetta bara svona mjög óvart. Og ég bætti mig þá 300 stig eða 285 í 7 þraut og skoraði 5214 og varð í öðru sæti og var bara 80 stigum frá því að vinna og var að leiða þangað til í stangastökkinu. Það var tekið fram með mér þar og stefnan er að bæta sig enn frekar. Já, sjálfsögðu sko. Man er komið með smá svona blóðtennurnar og þú veist, maður veit alveg hvað maður getur og með hvernig bætingarna hafa verið núna þá bara verður þetta vonandi svona áfram. Og ráð Ísaks Óla til þeirra sem er að byrja keppni er? Ekki vera eitthvað að horfa of mikið á, þú veist, árangur strax. Frekar að keppa bara eins mikið og geta og fá reynsluna og leggja inn vinnuna og svo kemur bara árangurinn þegar að, þú veist, næg vinna og næg reynsla er til staðar. Það tekur allt sinn tíma og bara ekki vera óþolinmóð eða gengur ekki upp á einu móti eða eitthvað svoleiðis. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.